Ok, góðan daginn og verið velkomin á þriðja ársfjórðungsuppgjörsfund fjarskipta fyrir árið 2016. Við höfum undanfarin 2/3 fjórðunga verið að kynna besta fjórðung hjá fyrirtækinu. Það gekk ekki eftir að þessu sinni og fyrir því eru ýmsar ástæður sem ég mun fara yfir á eftir. Við kannski byrjum bara að venju á Hrönn og svo mun ég taka svona smá pælingar ástæðurnar og hvað framundan þegar Hrönn búin. Þannig að gjör svo vel, Hrönn. Já, takk Stefán. Komið þið sæl. Ég ætla þá bara að byrja að renna yfir helstu niðurstöðurnar og ég sé á EBITDAn hún á 927 milljón krónum á tímabilinu og hagnaðarhlutfallið, EBITDA hlutfallið fyrirgefið var 26,9% og EBIT hlutfallið 16,8% á fjórðungnum og hagnaðurinn hann nam 391 milljón króna og eiginfjárhlutfallið er þá 45,1% og handbært fé frá rekstri 928 milljón króna. Og þannig að sjá ég lykiltölu rekstrar á þriðja fjórðungi, seldavöru og þjónustuna á með 3.443 milljónum og jókst 10 milljón milli tímabila en þessi breyting er nánast stendur í stað. Það er vöxtur á Íslandi 1,7% en samdráttur í Færeyjum 1,3% og kostnaðarverðið þarna með 1.786 milljón og er að aukast 97 milljónir eða 6%. Og það er alveg ljóst að þetta er dálítið mikið frávik með hvernig við höfum verið að sýna þetta síðustu fjórðunga og það er kostnað sem kemur inn sem tengist sjónvarpsþjónustun okkar, vexti í sjónvarpsþjónustu. Þannig þetta er ekki að gefa til kynna hvernig framtíðarþróunin verður og en þetta er svona, já, þetta er mjög sérstakt akkurat í þessum fjórðungi. Nú framleiðin er 1.657 milljón dregst því saman 5% og rekstrarkostnaður 1.080 og þarna erum við með vöxt upp á 4% á milli ára. Ef við kannski séð í hinu fjórðungun okkur sem búin að birta, það var vöxturinn mun meiri og við höfum verið að ræða hagræðingaraðgerðir sem við fórum svona í kringum starfsmannahliðina raun og veru með því að draga úr stöðugildum mest það var bara í gegnum starfsmannaveltu og það er bara gengið mjög vel og til að mynda er svona breytingin hjá okkur í launakostnaði er innan við helmingurinn af því sem að launavísitalan hefur þróast á þessu tímabili. Nú en á móti kemur að við erum með töluverðan kostnað í húsnæðisliðnum að því við vorum að flytja úr skútuvoginum í tímabundnu húsnæði í Ármúlan og það er að mynda þarna frávik á móti í rekstrarkostnað. Þetta eru svona stærstu liðirnir hjá okkur. Nú EBITDA 927 milljónir og er þá að draga saman 99 milljónir eða 10% á milli miðað við sama tímabil í fyrra og EBIT 577 milljónir og draga saman 124 milljónir 18%. Hrein fjármagnsgjöld 90 milljónir þau eru að aukast og það er bara í takt við þegar við greiddum út hlutafé í vor og fórum í aukalán eða skuldsetningu tengt því. Hagnaður tímabils 391 milljón og á móti 502 milljónum í fyrra og draga saman 22%. Og framlega hlutfalli okkar er þá 48,1% á móti 50,8% fyrir sama tímabil í fyrra og eins og ég sagði áðan 26,9% EBITDA hlutfall á móti þá 29,9% í fyrra og EBIT 16,8% á móti 20,4%. Og ef við horfum kannski aðeins á tekjurnar okkar þá er í farsíma samdráttur 48 milljónir eða 4% og þetta það eru 47 milljónir í Færeyjum á þessum 48. En það er líka meðaltekjur af viðskiptavinum okkar hafa verið að draga saman en það hefur verið samt sem áður töluverð fjölgun af viðskiptavinum en Stefán ætlar svona að segja ykkur að ítalara frá þessu eftir. Nú interneti er að standa nokkurn veginn í stað á milli ára. Það hefur verið fjölgun í smásölunni hjá okkur en samdráttur í heildsölu. Og sjónvarpið með 499 milljónir og það er með vöxt 10% á milli ára. Það er líka töluverð aukning þarna í smásölunni en einhver samdráttur í heildsölu. Nú fastlínan 310 milljónum móti 353 milljónum í fyrra að draga saman 12% og vörusalan 339 milljónir á móti 317 milljónum í fyrra og það er vöxturinn 7%. Þetta er iPhone 7 náttúrulega mjög mikið að koma inn þarna inn í september og svona árstíðabundnar hreyfingar hafa verið dálítið að fylgja því hvenær iPhone kemur út með nýja vöru.
Aðra tekjur 186 miljónir móti 154 með vöxtur 21%. Þannig samtals gerir þetta 3.443 á móti 3.433 fyrir ári síðan. Og þannig séð að það ársfjórðungs yfirliti okkar, EBITDA-stöflana og fyrir við þessu gegnum sjóðstreymið að handbært fé frá rekstri 928 milljónir og það er að draga saman 5%. Fjárfestingarhreyfingarnar 491 milljónir heldur meiri heldur en fyrir sama tímabili fyrra en ég var búin að segja frá því hinum uppgjörunum sem eru liðin á árinu að þar vorum við undir þannig að þetta er aftur þungt hjá okkur núna. Og fjármögnunarhreyfingar 276 milljónir af þessari tölu eru 243 milljónir út af endurkaupum á hlutafé. Nú breytingar handbæru fé það 161 miljón á móti 295 fyrir sama tímabili fyrra og handbært fé lók tímabilsins 372 á móti 803 miljónum í fyrra og frjálsa fjárflög okkar þá 540 á móti 702. Nú lykiltölur ekstrar fyrstu 9 mánuði þannig að sjá við frávikinn sem vorum að ræða áðan selda verið þjónustu. Þar er 10.205 milljónir og þar er aukning 1% og kostnaður 5.402 og þarna er aukning 3% og þannig kemur þriðju fjórðungur dálítið þungt inn í kostnaðarverði. Nú framleiðin er 4.803 milljónir og er að draga saman 1% og framleiða hlutfalli hjá okkur þá 47,1% fyrir 9 mánuði á móti 48,1% í fyrra. Og rekstrakostnaður 3.498 milljónir á móti 3.307 og er að aukast 6%. EBITDAn 2.346 á móti 2.521 miljón og EBITDA hlutfalli á 23% á móti 25% fyrir sama tímabil í fyrra og EBIT fer saman lækkar 245 miljónir á milli tímabila. Nú hagnaði tímabilsins 837 milljónir á móti 1.038 í fyrra og dregst saman 19%. Nú efnahagurinn hjá okkur, hann er eigið fjárhlutfallið að fara að stíga aftur upp eftir að við fórum í hlutafjárlækkunina, komin í 45,1% og hreina vaxtabrenndi skuldi 5.782 sem gerir nett eftir EBITDA 1,9 og veltu fjárhlutfallið okkar 1,4. Og við erum birtum og tilkynntum í gær út nýjar horfur fyrir árið 2016 og í ljósi svona ofangreins bæði það að við erum í þessari vinnu með að kanna með 365 og það eru svona stóri hlutir eins og húsnæðismálin og þróun í tekjum hjá okkur þá ætlum við að færa horfurnar okkar niður í að verða kringum 3,1 milljarð. Það er það sem við erum að horfa á núna. Fleira var það ekki frá mér, en Stefán, kannski viltu taka við? Já, takk hérlega fyrir Hrönn. Og þá langar mér svona aðeins að fara yfir hvað við höfum verið að takast á við á árinu. Þetta er í rauninni ótrúlega margir þættir. Þetta er rekstur alltaf eitthvað meðaltala fjölda þátta sem þú þarft að takast við á hverjum tíma. Sumir eru góðir, aðrir slæmir. En ég myndi segja svona miðað við allavega síðustu ár, þá eru óvenju margir þættir, stórir þættir sem að koma á móti fyrirtækinu sem hafa áhrif og líka frá því að við gáum út horfurnar okkar. Starfsmannakostnaðurinn, þetta þekkja öll fyrirtæki á Íslandi og við erum alveg viðkvæm fyrir því. Við erum svona í volume business og svo framvegis, þá erum við viðkvæm fyrir 15% hækkun í launum. Það er verkefni að takast á við það og kannski má segja að við höfum byrjað of seint. Við vissum líka ekki alveg hvernig þetta samkomulag myndi koma út og svo framvegis. Við bjuggumst ekki við svona stórum launahækkunum. Við höfum svolítið verið árið að eins og þið vitið og hafið heyrt á þessum fundum að takast á við þennan þátt. En það góða er auðvitað að við erum búin að ná miklum árangri sem mun þá skila sér inn í næsta ár. Síðan auðvitað Færeyjar orðnir allt í einu stórt issue. Það var það kannski ekki hjá fyrirtækinu þegar Færeyjar voru í hina áttina þegar það gekk vel. Þar er líka búið að vera verðsamkeppni eins og á Íslandi. Þannig að þetta er að megninu til bara lækkuð verð í Færeyjum og mikil samkeppni milli tveggja aðila þarna við ríkisfyrirtæki en þetta eru 88 milljónir
og svo þetta ákváðu við, og ég meina eins og fleiri hér í salnum, þá lentum við í sveppi í húsnæði og í rauninni þá fer bara stað einhver atburðarás sem að gera það verkum að við þurfum að fara og leita nýju húsnæði og semja við okkar leigusala og framtíðarleigusala og svo framvegis og bara þetta flytja og skila húsnæði og svo framvegis og þetta eru kominar 80 milljónir á árinu sem hafa farið í þetta er einskiptisliður, eitthvað sem við getum ekki eigfært en við erum hins vegar ekki að gera þetta ganna okkar að skipta húsnæði og við erum að fá betra húsnæði á lægra verði sem aftur skila sér í sem sagt reksturinn á næsta ári og eins og við höfum talað áðan. Síðan þetta meðalverð farsíma, þið hafið öll tekið eftir því að það byrjaði samkeppni í mars á markaðnum og við í rauninni, sko, þú hefur tvo kosti þegar kemur samkeppni, þú getur beðið og séð og svo framvegis en í rauninni var lækkun verða það mikil að við þurftum að bregðast við og við þurftum að sem sagt bara og það sem við gerðum í rauninni og ég mun farið yfir á eftir, við komum með ákveðin útspil og sem hafa bara gengið mjög vel. Ég myndi almennt segja að það gangi bara mjög vel hjá fyrirtækinu í activity fyrirtækisins en þetta eru, eins og ég segi, þetta eru 400 milljónir sem koma svona á neikvæðan hátt, þetta svona neikvæð verkefni og kannski okkur vantar í rauninni þó margt hafi komið á móti þá vantar okkur svona stór verkefni til þess að brúa þetta bil en svo maður auðvitað bara vonast maður eftir að 2017 verða aðeins rólegra ára þessu leyti. Hér bara árangur hagræðingar aðgerð á launakostnað, þarna sjáum við launakostnað sem hlutfall af tekjum var 28% í fyrsta fjórðungi, 24% í öðrum fjórðungi og í þriðja fjórðungi það orðið 19%. Við erum ekki að lofa 19% launakostnaði sem hlutfall af tekjum. Tekjurnar eru auðvitað hæstar í þriðja fjórðungi, þannig að það kannski ruglar líka þennan og þið sjáuð alveg, þetta eru fyrri ár 2016, 15 og 14 en þið sjáuð við erum búin að aðlaga launakostnað fyrirtækisins að því hver hann var áður í rauninni í þessu og í rauninni í fjórðungi munu áfram vera að koma inn áhrif af þessum aðgerðum þannig og það sérstaklega fyrstu 2 fjórðungar árið 2017 sem að munu fá jákvæðan munu fá þessar breytingar jákvæðar inn vegna þess að þið sjáið að launakostnaðurinn talsvert hár þetta á Q1 og Q2 þannig að þetta mun hjálpa. Ég talaði áhrif tilfærslu á milli þjónustuleiða og farsímatekjur. Við gerðum breytingar á farsímaleiðum í mars og það fól í sér eitthvað sem var kannski nýja það sem við gerðum var að við jukum framboð á ódýrari leiðum. Okkur fannst við vorum að standa okkur vel í redd og svo framvegis en okkur fannst samkeppnisstaða okkar kannski í svona lægra arbúvörum vera og ekki nógu gott og okkur fannst við þurfa að bregðast við þegar kom mjög svona aggressíft útspil á markaðinn. Þetta hefur leitt til bara fjölgunar viðskiptavina hjá okkur þannig að það er auðvitað þegar tekjur eru að lækka af einhverjum tekjustraum þá getur þú spurt sko ok, eru verð að lækka eða viðskiptavinum að fækka en viðskiptavinum ekki að fækka, þeim að fjölga hjá Vodafone en hins vegar það sem hefur gerst og við erum fullir ég frekar fáið með að við íslensk fyrirtæki þegar kemur að því að reikna út áhrif svona þjónustulega breytinga og við erum með stærðfræðing og tölfræðinga vinnu sem að mappa upp nákvæmlega miðað við það sem við höfum gert áður, hvaða áhrif mun þetta hafa. Og það má segja að það sem hefur komið okkur óvart þarna hversu kvikir okkar viðskiptavinir voru í að breyta þjónustulega breytingum. Það var yfir í rauninni því sem við töldum. Það gerist auðvitað bara einu sinni en það var það sem að sko þannig að þetta var talsvert hraðara. En við gerum ráð fyrir og þetta auðvitað okkar viðskiptavinir, við getum tekist á við þetta og þetta bara eitthvað svona,
þetta bara sko, svona svolítið management sölunar að takast á við þetta, að þetta hafi meiri áhrif. Og við svona okkar áætlunum gerum ráð fyrir að þessi áhrif fari minnkandi á næstu mánuðum og við gerum ráð fyrir að farsímatekjur geti vaxið á Íslandi 2017. Og ég kem aðeins líka að því hérna á eftir af hverju. En hér sjáum við þetta er í rauninni heildar farsíma SIM-kort fyrirtækisins og þetta eru þær tölur sem að við höfum sendt á Póst- og fjarskiptastofnun fyrir okkur. Þetta er bara heildar GSM, þetta er það sem að fólk setur alltaf í fréttir hérna og þið sjáum það vöxtur okkar í fjölda SIM-korta, fjölda viðskiptavina og þetta er og það gengir mjög vel til dæmis á einstaklingsliðinni og líka fyrirtækjahliðinni hérna og bara síðasta árið og mánuði og þið sjáum að vöxturinn frá júní 2015 til júní 2016 er yfir 5%. Þannig að þessi lækkun í tekjum í farsíma er ekki vegna fækkunar viðskiptavina. Mikilvægt að hafa það í huga. Svo við fáum spurninguna oft sko, ja, hvernig erum við á Íslandi miðað við önnur lönd með tilliti til hérna farsíma. Þetta er dálítið skemmtileg mynd sem að ég fann, það kannski, var svona aðeins að reyna að leita að einhverju til þess að tala og það er áhugavert að sjá hvað Ísland þetta er bara Íslandi hér og það er annars vegar á lóðrétta ásnum í rauninni bara megabæt nýtt hérna meðaltali á SIM-kort og svo ertu með verð á X-ásnum. Og þið sjáu það í rauninni að Ísland er ódýrara land með tilliti til hérna meðalverðs heldur en til dæmis Frakkland, Bretland, Þýskaland, þarna Noregur og svo framvegis. Og þetta eru 2015 tölur. Síðan sáum við á fyrri hluta árs 2016 mikla samkeppni. Og við sjáum það líka að það virðist vera í öðrum löndum sem svona, það heitir 20 evru ARPU-line, það er Average Revenue per User, að þar virðist vera einhvers konar golf á öðrum mörkuðum. Og þannig að sko þegar ég horfi á þetta þá hugsa ég sko ok, bara við erum orðin ansi samkeppnishæf í þessum bransa á Íslandi miðað við aðra geira í verðum og bara ef maður hugsar sko það að við erum á litlu landi, fátt fólk og það þarf að byggja upp og við erum með 3 farsímakerfi í rekstri, þá ég svona að spyrja mig, já, getum við verið ódýrust og best í heimi á þessu sviði. Þannig að þetta er bara svona til umhugsunar og ég held en það gerist þannig, verðþróun á mörkuðum er ekki endilega línuleg, hún kemur í köstum, það eru einhverjir sem taka strategíska ákvörðun að sækja fram og þá verður að verjast og svo framvegis. En þetta er svona áhugavert til þess að pæla líka í sko, hvernig maður horfir á 2017. Varðandi 2017 þá tel ég að við höfum búið vel í haginn. Við erum auðvitað nánast búin að segja ykkur hver afkoma verður í fjórðungi með og við vorum í, þú veist, þetta 3100 er byggt á í rauninni okkar bara spáhorfuferli, þar sem við erum að spá 3 mánuði fram í tíman. Auðvitað getur verið einhverjar variasjónir á því en við teljum þetta svona í kringum þessa tölu vera mjög líklegt. Hins vegar sko svona miðað við verðþróunina á bæði Ísland og Færeyjum, þá gerum við ráð fyrir að farsímatekjur á Ísland og Færeyjum geti vaxið árið 2017 og líka bara miðað við þau verkefni sem við erum með í gangi á báðum mörkuðum. Og svo ennfremur teljum við að áhrif hagræðingaraðgerða og einskiptisliða sem voru 2016, við erum að tala lækkun húsnæðiskostnaðar og sendafélagið, þetta mun koma með sko jákvæða þættin í reksturinn, ólíkt þeim neikvæðu sem við vorum að takast á við í ár. Þetta er svona það sem við vitum í dag, við sjáum svona ekkert stórt neikvætt og auðvitað
þú fer bara einu sinni í gegnum eitthvað vesen með svepp og húsnæði. Ég er búinn að fara þarna í hitt húsið, það er búið að skræla það niður í steypu, þannig að það verður ekki sveppur allavega þar sem við þurfum að díla við. Þannig að við erum bara nokkuð, við erum nokkuð svona jákvæð á 2017 og teljum að það geti verið svona ár viðsnúnings frá 2016, það er þannig. Hins vegar eigum við eftir að fara bara í horfu ferlið okkar með 2017 og ég tel að bara í ljósi bara aðstæðna þá sé líka bara mjög gott að við reynum að gefa út horfur á markaðin bara sem sagt þegar að þær eru tilbúnar. Þetta er svona allavega þannig að við getum vonandi kannski fyrir áramót verið að segja markanum hvernig við sjáum árið 2017. Það var allavega tel ég til bóta svona miðað við hvernig þetta ár hefur verið. En það er svo sem önnur vídd hjá okkur núna líka að við fórum þarna í einkaviðræður kaup á rekstri á eignum 365. Sko, þið þekki hvernig svona áreiðanleika kannanir virka og við erum ekkert komin á það stig að aðilar séu byrjaðir að setjast niður og ræða kaupsamning. Við erum ennþá að safna upplýsingum og bara ráðgjafar okkar að vinna og við sko gerum ráð fyrir að þetta klárist á fjórðungnum, sem sagt, að sjálfsögðu, bara þessi vinna og en eins og gengur þá tekur þetta allt aðeins lengri tíma. Þetta eru stór viðskipti og mikilvægt að við komumst í gegnum það bara vel. Sko forsendur áhuga okkar er kostnaðarsamlegð. Það er sem sagt og það er mikil kostnaðarsamlegð milli þessara tveggja félaga. En það er líka aukin samþætting bara í heiminum og líka á Íslandi á milli efnisveita og fjarskiptafyrirtækja. Og sem dæmi bara skörun þessara félaga þá dreifum við í dag öllu útvarpi fyrir 365 allt land. Við erum auðvitað dreifingaraðili sjónvarps í lofti og á IPTV og auðvitað í snjalltækjum. Og auk þessi seljum við í gegnum sjónvarpið okkar nú þegar helstu vörur 365 í sjónvarpi. Þannig að þetta er ekki alveg eins og við þekkjum þetta fyrirtæki ekki neitt eða vitum ekkert hvernig þetta er. Auk þess höfum við auðvitað verið að stíga inn í smásölu í sjónvarpi og þau séð að það hefur verið hratt vaxandi og við sjáum það núna. Við erum í rauninni frá gamla við vorum bara svona heildsölu fyrirtæki í sjónvarpi. Við erum komin á fullinn í smásölur og í þessu uppgjör það til dæmis smásalan sem að keyra vöxtinn en heildsalan að draga aðeins niður vöxtinn. Þannig að það hefur verið að ganga vel og við sjáum bara að fólk er virkilega tilbúið að vera að kaupa sjónvarpsþjónustu með fjarstýringunni. Og svo bara, það er kannski, og þetta er augljóst þess að benda á, ég meina AT&T en Time Warner, þetta var á forsíðu Fréttablaðsins og Morgunblaðsins og svo eru við til dæmis ég meina það eru viðskipti í Nýja-Sjálandi sem eru sambærileg, það er Sky fyrirtæki sem ég veit nú ekki hvort er tengt hinnu breska Sky líklega ekki en heitir samt Sky og Vodafone Nýja-Sjálandi sem að gera mjög sambærileg viðskipti. Síðan er svipaður samningur eða svipuð viðskipti að gerast í Hollandi á milli Vodafone í Hollandi og Kapal fyrirtækis. Og svo þetta Verizon, Yahoo og Comcast, NBC Universal. Þannig að það er mikið að gerast í þessu og ég held að það sé mjög eðlilegt fyrir svona aðeins eins og okkur og 365 að skoða hvort að sérstaklega þeir eru mikil kostnaðarsamlegð sem að hægt er og bara auka framleiðni fyrirtækjanna og hagkerfisins með að skoða. Þannig ég tel þetta vera spennandi tækifæri að skoða en auðvitað verðum við að byrja að leikslokum. Þannig að þetta var svona það sem ég ætlaði að segja en ég vissum að það er einhverjar spurningar, þannig að hver er með fyrstu spurninguna? Já.
Já, sko, reyndar, ég meina, samkeppni hófst aftur í verðum í haust, þannig að við erum ekki að gera ráð fyrir Færeyjum frábærum í fjórðungi, sko, það kemur inn í okkar horfur reyndar og inn í þessa 3,1 miljard. Við erum hins vegar búin að grípa til hagræðingaraðgerða sem að kikka inn frá í rauninni fyrsta fjórðungi, bara byrjun ársins, sem að miða við núverandi verð á markaðnum eiga að stabilisera Færeyjar með tillit til EBITDA samanburðar á árinu. Þannig að við erum bara, þú veist, verða lækkuð og við skárum niður kostnað. Það er basically það sem við höfum farið í. Og síðan erum við þetta bara með okkar plön í Færeyjum, bara og ég tel alveg, það er alveg líka hægt að sækja fram þar. Og við höfum reyndar aðeins verið að gera það með okkar styrkleikum þar. Þannig að ég eins og sko, þetta er náttúrulega búið að vera mjög slæmt ár í Færeyjum og stærsta ástæðan er lækkun verða. Það eru tveir aðilar á markaðnum, hinn aðilinn er með 75% markaðshlutdeild, þannig að lækkun verða hefur ef ekki meiri áhrif á þann aðila en okkur. Þannig að ég á nú bara svona vona á því að þetta fari aðeins að stabiliserast það umhverfi og eins og ég segi, við erum búin að taka á því í kostnaðinum að aðlaga þeim meginn frá og erum auðvitað svo bara með okkar plön eins og gengur. Þannig að ég er svona, eins og ég segi, ég er bjartsýnn á að Færeyjar geti bara vaxið í farsíma á næsta ári og við erum búin að taka á því í kostnaðinum, þannig að ég er að leggja það upp þannig að Færeyjar geta verið sko jákvætt contributing inn í reksturinn en ekki svona neikvætt eins og það hefur verið. Einhver önnur spurning? Varðandi kostnaðarseldra vara og kaupin og sjónvarpsefni. Já. Gefið ekki upp töluna? Þetta veruleg tala eða er þetta eitthvað svona smekki? Nei, þetta er alveg tala sem kom að inn á fjórðungi. Þessum nýju samningu sem við vorum að gera. Já. Já, en þetta hefur alveg áhrif. Það viljið ekki gefa upp? Við höfum svo sem ekki verið að gera það, að fara svona á nýjur einstaka tölur. Þetta náttúrulega alltaf margir þekktir, en þetta er stærsti pósturinn á bakvið þetta. Og þetta er oft þannig að við erum að byrja að fara inn í nýja samninga, það komaði þungt í fyrst sko, og svo dreifist það eftir sem að notkunar verður meira og meiri í kringu þá samninga. Er það ekki svona 20-30 milljónir? Eitthvað svoleiðis? Já, það er aðeins hærra en það. Ok, þetta er aðeins hærra, ok. Allt í lagi, þú veist nógu mikið nú. Minna en 50. Þetta er svona sýningaréttur á efni sem er bara fullu gjaldfærður strax? Já, það er ákveðið minimum garantí í upphafi. Þannig að þú þarft eiginlega að koma þessu inn í vörurnar og þú veist, þú þarft að fá í rauninni söbba á bakvið vöruna til þess að Þetta nýtt efni, þetta endur með aldrei samningum að tala með svona stór? Já, tógi svona mikið? Já, þetta er svona upphafskostnaður í samningum sem er algengur þarna, sko, þú veist, þannig að og þetta er efni, þetta eru nýjir samningar, þetta er bæði línlögt efni og þetta er svona blanda, þetta eru tveir, við svo sem tilkynntum að við varum að semja við Discovery og við tilkynntum að við varum að semja við sko Hopster, er það ekki? Þannig að þetta eru svona nokkrir samningar sem koma saman. Það er nýtt? Já. Og við vorum í rauninni að við höfum verið að sko taka upp svona beint samband við í rauninni aðila. Svo erum við að vaxa mjög hratt þessi kostnaður er líka aukast sko. Við erum að vaxa mjög hratt, eða höfum verið að vaxa mjög hratt allavega svona síðasta árið í efnisréttum. Svo eru náttúrulega tekjurnar að vaxa meira í sjónvarpinu heldur en kannski gefur til kynna í starfsfólksyfirlitum af því það er smá samdráttur í heildsölu á móti. Þannig að við erum alveg að sjá tekjurnar líka vera að aukast á móti. Já. En þetta er svona byrjum á gólfi og svo jafnar það sig út. Við erum alveg fengið svona eitthvað áður eins. Þannig að það er þá meira einnig fyrir setjumkjandi? Það ætti að vera þannig sko. Já. Þess vegna vorum við svona að benda á að
6% aukningu kostnaður og 0% í vexti tekjum það er ekki eðlilegt samhengi. Það má í rauninni segja sko að það er einskiptisliður inn í kostnaðarverði seldra vara, jafnt og rekstrarkostnaði, en ég sett hann ekki upp þarna á 9 mánaða spektruminu út af því að hann er ekki að þessari stærðargráðu. Þannig svo var þetta húsnæðiskostnaðinn, 50 milljónir á fjórðungnum. Er það eitthvað sem kom á óvart eða var það eitthvað sem gerði ráð fyrir þegar til þess fyrri helmingur ársins lá fyrir? Sko við fórum alltaf í flutninga þarna, tókum ákvörðun bara í byrjun júní að fara úr Skútuvoginum. Það svona stóru hluta gátu alveg séð eitthvað kostnað, hvernig hann lægi, en nei, það er eitthvað af því sem keyrði fram úr. Það er bara kostnað, bara við að koma okkur hingað, að það þurfti að rífa alla veggina en í Ármúlanum niður. Það fór 50% fram úr kostnaðaráætlun. Það þarf að fá rafvirkja inn, það eru 5-6 milljónir hvers skipt sem, þetta er svona tölur sem að tikka hratt inn. Þannig að ég get alveg sagt að sá hluti fór kannski fram úr því sem við vorum búin að gera kostnaðaráætlun á, sem snýr að bara losa húsið, að það þarf að farga fullt af hlutum, þetta er svona pjúra rekstrarlegur sko, og færa sig svo hingað yfir, það var alveg herra heldur en við reiknum eða svona vorum búin að gera áætlun á. Erfitt að sjá það líka bara fyrr, það er erfitt að átta sig á því, eins og við erum að koma okkur tímabundi fyrir svona húsna, og klárlega er þetta eitthvað, ef við verðum í Skútuvoginum og geta verið þar, þá til við að flytja Suðurlandsbraut, það er þessi kostnaður ekki fyrst til. Sko. Það var þetta er svona auka, en það var svo sem ekki mikið val okkar halvu að við yrðum að færa okkur og koma félaginu saman, koma starfsfólkinu saman. Já, þetta var eiginlega, sko, ég myndi segja, þú veist, þetta húsnæðisverkefni var ekki svona rosalega, eða svona einsplanað og svona venjuleg húsnæðisverkefni eru. Það var líka svona ákveðið svona crisis management, bara, þú veist, sko, við erum vongóð það að, sko, Mygla sem var í Skútuvoginum, það verið hægt að komast fyrir hana og við myndum jafnvel bara flytja alla starfsmennina aftur í Skútuvogin og halda áfram þar og sem sagt fara ekki í millibils húsnæði. Þannig að það var sko upphaflega planið alveg lengi vel á árinu. Svo bara kemur í ljós að ég meina það er ekkert að gerast og líka bara svona svona samningaviðræður eða svona bara það gerist bara og við erum búin að vera 6 mánuði sem skapar óhagkvæmni með fyrirtækið á sitt konum stað. Þetta dregur úr samkeppnishæfni fyrirtækisins að hafa til dæmis tæknisvið og sölusvið ekki saman og svo framvegis. Þannig að við þurftum eiginlega bara að taka ákvörðun. Ok, sameinum fyrirtækið, það er greinilega ekki í Skútuvoginum, þannig að það er sem sagt, í Ármúlanum og þar var auðvitað eitthvað húsnæði sem að þurfti að taka niður veggi til þess að við kæmum okkur öllum fyrir í og þú veist, þetta er bara svona og þannig að ég myndi segja sko en þetta er í rauninni bara sko og við hefum maður flytur auðvitað ekkert á hverjum degi sko, þú veist, heldur og þú tekur við einhverja húsnæði og færð það ágætis verði en þú þarft að taka niður fullt af veggjum og þú þarft að laga eitthvað rafmagn og þú veist, við höfum einhverja smá sérþarfir og svo framvegis. Þannig að þetta var ekki optimal klárlega að gera þetta svona en ég veit ekki, sko, þetta er bara svona, svona er þetta bara rekstur, þú lendir í einhverjum aðstæðum sem þú verður að takast á því sem þú bjóst ekki við. Sko, svona upphaflega planið var að vera bara með alla starfsemi í Skútuvoginum, svo bara færum við okkur yfir beint í Suðurlandsbrautina. Þannig að það var upphaflega planið. Og svo kannski ólíkt í þessu, þú komin bara út í miðju á og það verður bara klára verkefnið en eins og við erum að fara að flytja inn nýtt húsnæði, það er bara skila lýsing, það er búið að setja verð niður á alla verkefni. Þá getur þú haft valum, vilji gera frávik frá því, þetta er bara allt annars eðlis heldur en svona verkefni. Og þetta er bara tilur hrætt. Já, þetta er bara svona kostnaður sem að safnast saman. Við vorum alveg hissa að sjá, sko, bara þú veist, út af þetta er dreift á marga liði, þetta er dreift fyrirtæki þessi kostnaður, sko. Þannig að við svo sem bjugust ekki einu sinni við að hann væri svo hár en þú hefur ekkert val, þú verður að búa aðstöðuna þannig að fólk geti starfað í henni og svo framvegis. Já.
Sko þetta náttúrulega detail spurning. Það er verið að byggja hús þarna við hliðina á sem ég held að sé ekki búið að leigja út. Og það er mikið hús, ég held að sé alveg hægt að finna húsnæði nálagt þessu húsi sem við erum að fara í á Suðurlandsbraut. Út í það var ég farið. Við erum með eina aukahæð sem við ætlum að leigja frá okkur á Suðurlandsbraut, þannig að það væri klárlega hægt að nýta hana. En síðan náttúrulega eru, ég meina 365 eru með líka stúdíó og svo framvegis. Þetta er bara svona eitt af þeim hlutum sem við erum ekkert komin í að ræða. Þannig að það verður án efa ekki allt á einum stað frá degi eitt. En við auðvitað eins og ákvörðunin sem við tókum ára að sameina starfsemina viljum auðvitað hafa svona eðlislíka starfsemi sem er samþætting í á einum stað. Þannig að við myndum í það minnsta með alla þá hluta sem að hafa samleið við okkur, reyna að gera það eins fljótt og hægt var ef út í það færi. Hvenær áætlunin að flytja? Og að hversu miklu leyti fellur kostnaður við þessar breytingar á húsnæðinu á ykkur? Er þetta alfarið Eik sem er að strúktúra húsið? Já, Eik sér algjörlega að strúktúra húsið. Við erum aftur á móti með ákveðin hluta sem snýr bara að eins og húsgögnunum. Við erum náttúrulega bara skipt út húsgögnum og setja nýja starfsstöðvar upp og svo framvegis. Það fellur náttúrulega á okkur. Allir tæknibúnaðar og svoleiðis að við erum að fara að endurnýja eitthvað slíkt í húsinu. Það fellur það á okkur. En náttúrulega fellir ekki undir rekstur, það fellur undir Eikvarslu. Áskurðstofusna og svona. Þannig að það er náttúrulega allur kostnaður umfram eitthvað sem snýr ráðgjafarhönnun. Það er náttúrulega hluta til að koma inn núna. Mest ráðgjafarvinnan akkúrat í gangi núna og búin að vera síðan í vor. Þannig að það er náttúrulega eitthvað partur af þessu sem kemur að minn, sko. Já, en við erum ekki sérfræðingar í að standsetja hús, sko, þannig að við höfum svolítið látið leigusalan svolítið taka það og svo kemur það bara að einhverju, allavega margir þeir hlutir fara bara inn í leiguna, sko, síðan hjá okkur. Hvenær Já, fyrirgefðu, já. Það er sko, við fáum afhent sko fyrstu hæðina í febrúar og svo svona sirka hæð í mánuði. Mér finnst alveg líklegt að við til svona apríl-maí. Mér finnst alveg líklegt að við reynum að flytja fyrirtækið ekki á 5 mánaða tímabili heldur, kannski á 2 mánaða tímabili eða eitthvað slíkt. Þannig að þá svona, ef maður ætti að giska á það kannski, apríl-maí eða mars-apríl-maí eða eitthvað slíkt, sko. Og þetta er svona hlutir eins og við viljum hafa búðin okkar sem er á fyrstu hæðinni og sölu- og þjónustusviðið saman from day one. Þannig að við byrjum að fá fyrstu hæðina, svo fáum við, byrjum við að fá hæðirnar upp, sko. Og svo er þetta svona mötuneytismál. En góða náttúrulega við þessa staðsetningu okkar í dag í Ármúla er að það er lítið mál að ganga á milli, þannig að þetta er stutt frá hverju öðru, þannig að það er þá allavega jákvætt. Og við fáum bílastæðin núna fyrstu bílastæðin í nóvember, þannig að þá getur fólk byrjað að leggja þar sem er í Ármúla, þannig að við byrjum að nýta það. Fleiri spurningar? Má ég kannski spyrja einu viðbót, varðandi 365, svo grófan tímaramma, þú nefndir þarna að það kemur á fjórðungsfjórðungi einhverjar upplýsingar varðandi kostgæfnisathugunina, síðan minnir mig að í fyrir réttartilkynningunni hefði verið að þetta yrði þá næsta vor, hafið á, ég skildi ekki nákvæmlega, en getur þú gefið upp svona smá gætans eða gróf tímamark, hvernig þið sjáu fyrir einhverja svona gangi fyrir sig? Já, sko hugmyndin ástæðan fyrir þessum 2 dagsetningum er kaupsamningur á þessum ársfjórðungi. Þá eru aðilar búin að ná saman. Síðan eins og þið þekki þá fer þetta til svona ákvörðunar eða umsagnar samkeppnisyfirvalda og við erum og það er ljóst hvað þau geta tekið sér langan frest, þannig að þess vegna segjum við já fyrir helmingi ársins. En það getur verið að það tæki styttri tíma eða lengri tíma. Sjálfsögðu myndum við reyna allavega frá okkar enda að hraða
ferlinu eins og hægt og reyna að forvinna eins og hægt og svo framvegis. En það auðvitað bara óvissufaktor hvenær við fengjum þá endanlega niðurstöðu í það og við gætum þá hafist handa við að fara að samþætta fyrirtæki. Þannig að það málið, en þannig að í rauninni hvort að við náum saman markmiðið klárlega beggja aðila, út af hvoru báðir aðilar hafa sömu hagsmuni í því að vera ekkert að dandalast við þetta. Við viljum bara komast að því hvort þetta gengur eða ekki. Þannig að það þessi fjórðungur. Ég myndi telja mjög ólíklegt að það færi yfir áramót að það væri á hreinu. Það allavega, þetta ekkert eitthvað svona verkefni sem okkur finnst rosalega gaman að vera að vinna með öllum öðrum verkefnum sko, og það sem bara, og 365 það alveg það sama. Og eins og ég segi, minna, við erum auðvitað bara að fara að skoða þetta með hagsmuni hluthafa Vodafone að leiðarljósi og ég meina við munum ekki gera viðskipti nema við teljum bara þarna það vera gott fyrir hagsmuni hluthafa Vodafone. Það þannig en við teljum hins vegar og það kemur að þessari kostnaðarsamlegð, það sko á milli aðilana einhver kaka til að skipta að okkar mati og þess vegna erum við að tala saman. Fleiri spurningar? Hvernig metur breytingar á eignarhaldinu á Nova gagnvart Rukku og markaðinn? Heldur það verði bara alveg eins eða einhverjar áhrifsbreytingar sem geta komið í kjölfarið? Það ómögulegt að segja. Það sama, það eru sömu stjórnendur en svo á mótið kemur, þá hefur margt gerst líka árinu 2016 og við erum að hlut til að sjá það hér í uppgjörinu. Það eru orðnar ákveðnar svona strúktúrbreytingar á markanum að mínu mati. Þannig að það verður bara áhugavert að sjá sko. En þannig að það kannski fæst orð bera minnsta ábyrgð í því. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá þakka ykkur kærlega fyrir. Gaman að svo margar spurningar. Takk.